var það bara rekkið, sko. Við bara byrjaði að vera bara aðeins í myndavélni eitthvað skemmtilega að við séum ekki alltaf mikið að pæla í því. Ég var líka bara að taka aðeins bæn, sko. Ég svo totally underpaid for this, sko. Alveg Það það sem gaman. Já, ég veit að we ain't backing down now, sko. Þeir bara heilagi faðir. Takk fyrir að koma okkur hérna saman og ýta okkur út í ný verkefni og bara fyrir kjarkinn til að pröfa eitthvað nýtt, bara hafa gaman og fylgja draumunum. Bara takk fyrir að umvefa okkur kærleikanum þínum og heldur uppi þessu hugrekki í okkur, stappar í okkur stálinu. Bara takk fyrir Daniel og framtakið hans og bara vinnuna sem hann hefur lagt í þetta. Bara takk fyrir bara allt sem við erum að fá að gera hérna í þínu nafni. Og bara biðjum að blessa tungur okkar og huga og hjálpa okkur að halda líflegum umræðum sem við vitum að við gerum og við erum að gera þetta í fyrsta skipti fyrir framan einhverja myndavél og leyfa okkur bara að gleyma henni, leyfa okkur bara að vera sannir, leyfa okkur bara að vera ekta og leyfa okkur bara að hafa gaman að þessu. Þetta ekkert annað en að hafa gaman. Bara njóta lífsins, njóta tilverunnar, spá inn og spekulera, pæla í henni upp og niður, fram og tilbaka. Hvernig maður getur orðið betri maður. Bara þakka þér fyrir að þú haldir utan um þetta allt saman. Bara í þínu heilaga Jesú nafni. Amen. Amen. Því að þetta ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen, bros. Let's go. Herri, já, við erum strákarnir í Awoken með bóli og allir pakkinn. Ég Daniel. Ég heiti Finnbjörn. Og velkomin í hátíðinni. Sko, dagskrárliðurinn í dag er ósköp einfaldur. Við viljum bara svolítið kynna okkur, kynna verkefnið, kynna hvað við erum svolítið svona að spekulera bara með listinu okkar, hvað við erum að spekulera í þegar við erum að skoða annarra manna list, skilurðu. Allir þessi svona hugsunarlegu og andlegu vinklar af þessu öllu saman, skilurðu. Og þú veist, við heitum Awoken af því að við vorum einu sinni sofandi, skilurðu, og núna erum við vaknaðir. Og þú veist, það að vera vaknaður einhvern veginn fyrir mér er bara að vera með meðvitund á það að við séum með alls konar forrit í gangi, skilurðu, og hægt og rólega með því að vera með meðvitund á það farðu val að breyta því eða segja já, þetta er að henda mér, skilurðu, og þetta er ekki að henda mér, skilurðu. Þú býr til þetta svona buffer zone. Hvað þýðir það fyrir þér? Ég datta alveg út, sko. Ég ætla að losa mig í lummuna, sko. Bara, þú veist, eins og varst að tala það er svona kerfi sem í gangi. Við getum alveg fært rök fyrir því að það er allt fyrirfram ákveðið fyrir okkur. Það er út af því að, þú veist, í svona meðferðum og þar sem að sálfræðingar eru að ræða við fólk, þá allt mæla með að þeir banna fólki að setjast í sömu sætin. Þannig að þeir eru að koma inn með einhvern hóp og þá fer fólk og fólk sést alltaf í sömu sætin. Og yfirleitt þegar í svona hópum, þá er oftast sem ég hef farið í svona hópa, þá hefur bara verið beðið að setjast ekki í sömu sætin. Og ástæðan fyrir því er bara einföld út af því að við förum í einhvern default kerfi. Þannig að við getum sagt að framtíð mín er fyrirfram ákveðin svo lengi sem að ég er sofandi eða svo lengi sem, eða þangað til ég vakna út af því að ég mun alltaf velja þetta sæti, skilju. Það tengjur ekki allir við það, skilju. Þú lappar inn í eitthvað herbergi eða inn í eitthvað sal sem þú ert vanur að koma í og þá ertu með eitthvað ákveðið sæti sem þú sest alltaf í og ef það er einhver í sætinu þá er það bara frekar mikið vandamál, skilju. Og það er bara spurning, sko, eins og gömlu kallarnir í sundinu, skilju, þeir taka lyklana heim með af skápnum, skilju. Það er bara vandamál, þau eru bara, hann er bara búinn að taka lyklana heim af skápnum, skilju, við leyfum honum það, hann kemur alltaf klukkan 6 á morgnana, þetta er bara skápurinn hans. En þannig, það er fyrirfram ákveðið fyrir hann að hann fari inn á skáp. Hans framtíð er ákveðin, allan hvað þetta varðar. Og þú getur fært þetta síðan út frá þessu, þú velur eitthvað sæti, yfir í það bara hvernig morgunrútína þín er, skilju, hvernig þú bregst við í umferðinni, hvernig þú tala við maka þinn, börnin þín, skilju, hvernig hvaða mat þú velur, skilur, það er bara hægt að fylgjast með þér í svona mánuð og það er bara hægt að mappa út, skilur, bara þetta er það sem er að fara að gerast hérna í lífinu þínu, skilur.
Og ef maður þetta þegar maður sofandi, ef maður vaknar, þá getur maður hrokkið út úr þessum kerfum og farið að velja, skilju, tekið ákvarðanir þú veist, ekki bara komið tíma á að setjast eitthvað annan staðar. Skiptir þetta sæti mér svona rosalega miklu máli, skilju. Get ég ekki fungerað í þessum aðstæðum nema að vera í þessu sæti? Eitthvað mögulega sem ég að missa af ef ég sitt bara þarna megin í salnum, en ef ég myndi sitta hérna megin, skilju, hvað fólki kynnist í þá, skilju. Maður að loka svolítið fyrir, þannig að ég myndi segja að vakna svona, þú veist, þessi að fá meðvitund að ég hef val, að ég stýri þessu algjörlega, taka sér ákvörðun út frá því, skilju, sem þjónar mér í einhverjum tilgangi, hjálpar mér að komast að einhverju nýju, skilju, fara á einhverja aðrar hæðir, skilju, eitthvað sem ég hræddur við, en tilbúin til að gera út af því ég meðvitaður skilju, ok, núna ég hræddur, af hverju ég hræddur, ég að fara að gera eitthvað nýtt, ok, þá get ég stappað í stálinu, tala við Guð, tala við aðri mátt, láta hann gefa mér kjarkinn, farið út í það, fundið fyrir áhrifum þess að gera eitthvað sem ég hræddur við og komið síðan út í því og sagt bara eitthvað, af hverju var ég svona hræddur við þetta, skilju? Af hverju er ég ekki löngu búin að setjast þarna, skilju? Það var miklu skemmtilega að fólk þarna megin, skilju. Ástæðan fyrir ég var að drepast úr leiðinni þarna megin og það var allir hundleiðilegir, skilju. Allir í sömu sætunum að það. Orkan var bara niðri. Já, út af því að þarna allir sem eiga sætin, skilju. En síðan það þorir enginn að setjast þar og það allir bara, þeir vera brjálaðir, þannig að heitt fólki sem að færa sig til og alveg sama, skilju. Það á einhver annarri tíðni, skilju. Þannig að vakna til lífsins, það getur þýtt margt en að öllu, í kjarnanum það bara að fá vald sem maður ekki hafði áður yfir lífinu sínu. Og fyrsta skrefið af því að vera meðvitaður það að maður að vinna á okkurum forritum sem að maður var ekki, þú veist, að spá í, skilur. Út frá því einhvern veginn myndast einmitt þetta svona buffer zone, skilur. En já, þú veist að við sem Awoken, við stöndum fyrir þetta, skilur. Við viljum vakna, við vitum hvernig það að vera sofandi, skilur. Þú veist, bara í langan tíma af lífinu mínu, bara eiginlega allt lífið mitt var ég bara sofandi og bara eitthvað að mata mér egóið af alls konar hlutum og ég ekki að segja, ég geri það ekki ennþá í dag, skilur. Nei. En maður að vakna, skilur. It's an ongoing process, skilur. Án gríns, sko. Maður fer bara upp 1 þrep, 2 þrep, skilur. Og maður, og það mjög auðvelt að detta tilbaka, skilur. Maður oft lýst þessu svona að andleg vakning eins og að vera í rúllustiga, skilur. Og þegar maður á lægsta punktinum, skilur, þá einhvern veginn horfum maður bara á stigann og bara horfur upp, skilur, og bara hvernig á ég að komast upp, hann á leiðinni niður, skilur. Já. Svo byrjar maður að labba og í andlegu vakningunni þá þarf að labba hraðar en stigin að fara niður. Já. Þess vegna það svo erfitt að komast upp á næstu stig, skilur. Og ef þú hættir, þá byrjar það bara að fara niður. Já, akkurat. Það einhvern veginn þannig, sko, og maður tekur ekki eftir því. Það mjög þægilegt að stoppa stundum, út af því að það svo erfitt að fara upp. Og þá einhvern veginn svona, ég er bara góður hér. Þannig að maður hefur oft tekið eftir því og ég hef brennt mig á því mörgum sinnum í mínu bataferðalagi að stoppa út af því ég hafði mitt viðmið með hvað gott líf, var bara mjög lágt. Akkurat. Þannig að þegar ég var allt í einu, þú veist, mamma var farin að tala við mig og hún var búin að borga einhverjar skuldir og farin að líða aðeins betur og fá mat í magann og þá allt í einu var ég bara eitthvað life can't get any better than this. Já, ég hef oft lýst þessu svona, sko, þetta eins og þegar maður í þessu á þessum myrka stað, skilur að maður sé búin að grafa sér hólu sem margir tengja við og maður búin að grafa hana það djúpt að eina sem þú þekkir þessu hóla, skilur og svo þú byrjar bataferðalagið þá áttu að reyna eitthvað svona að rífa þig upp úr þessu hólu, skilur, og það eru menn niður í skurðinum að bara segja við þig bara, það hérna eitthvað fyrir ofan, skilur, þetta ekki heimurinn og svo kemstu upp og þú sér það þessi ljós og nær svona andanum, skilur, bara og þú bara eitthvað, já, ok, þetta geðveikt, hérna vil ég vera, skilur, og fattar ekki að hausinn ekki einu svona komin upp, skilur. Þú bara búin að sjá bara toppinn af hólunni eða svona og þetta bara eitthvað, wow, það ljós hérna. Það himinn maður, þetta rosalegt strákar, takk maður, og bara ég góður takk. Já, akkurat, og þú veist, og það ekki, þú veist, það að vera í fíkniefnaneyslu ekki í rauninni eina hólan sem að fólk sekkur í, það kannski svona augljósasta hólan sem að þú ert í og það augljóst fyrir öllum í kringu þig og einhvern veginn, sko, furðulega það augljóst fyrir öllum í kringu þig en ekki þér, skilur. Þú bara, nei, mér líður vel í hólunni, skilur. Þetta bara, þetta ákveðin
svona bjargráð sem maður velur sér, skilur. Þetta allt bara bjargráð, skilur. Síminn, doomscrollið, skilur. Já, sem náttúrulega alveg bara, það bara, núna það að verða augljóst, skilur. Núna fólk farin að sjá það sem gaur sem eins og hann drekki á mikið, skilur. Já. Út af því að, við lýsum því þannig, þetta ekki bara eins og að vera á pípunni, skilur, út af því að það alveg bannað. En út af þetta löglegt svona eins og áfengi, sko, það svona, við þurfum eitthvað aðeins að skoða, kannski setja aldurstakmark á símann eða gera eitthvað, kannski selja hann bara í einhverjum ákveðnum búðum sem ríkið með og Ríkissíminn? Já, og setja svona ríkisútveðan tíma á símann að því að þú getur bara komast í símann en ekki á sunnudum. Já, akkurat, þetta var svolítið sem sjónvarpið maður. Já, á 50 bara. Það var ekki sjónvarp, það var bara sjónvarp á 50. Ég man það ekki, það var eitthvað svoleiðis, sko. Guð blessi Ísland á þessum tíma, skiljið. Þá var eins og bara, jæja, sjónvarpið búið. Hvað mennur þau? Bara allir út, ekki hérninni. Strákar, farið og finnið ykkur prik út í hraunið. Já, og þá var fólk bara eitthvað, skiljum við bara, og hefur ekkert annað að velja, skiljum við, og þá þeir ýtt út í náttúruna, gera eitthvað, fá okkur hugmyndir og hugmyndaflugið og eitthvað, skiljum við. Ekki það að sé dautt hérna, en vandamálið bara að það búið að búa til deyfingartæki, þetta svo margslungið, síminn, skilur við. Við erum orðnir bara róbótar, skilur við. Spurðum mig bara hversu hratt blettatígur hleypur. Ég veit það, skilur við. Síðan getum við rifist hérna það í smá stund, þangað til einhver segir bara, viljum við ekki bara googla þetta? Googla það, við erum með alla visku mannheimsins hérna, skilur við. Sem gerir það að verkum að maður svona, þetta pínu flókið út af því að þá hættir að, kannski að, sko þá þekking, það búið að gjaldfella þekkingu og þá verður viska rosa mikilvæg, skilur við, að vita að það ekki, það engin viska í því að lesa upp á blaði staðreyndir, en það viska í því að þjálfa hugan í að muna það, skilur við. Já, akkurat. Og viska fólkin í því líka hvernig þú ætlar að nota upplýsingarnar sem þú ert með, skilur við. En já, þú veist, sko, við erum svona búin að koma aðeins inn á hvað við stöndum fyrir, skilur við, og við stöndum fyrir það náttúrulega bara að lofa aðri mátt, lofa eitthvað aðra heldur en þú sjálfur, komast út úr hrokanum af því að halda að maður sé það stærsta, mesta og besta í heiminum, sko, gefast upp fyrir því. Og við erum svona aðeins búin að snerta á af hverju við erum að gera það sem við erum að gera, skilur við. Við höfum verið hinum megin og við höfum fengið í það minnsta smjörþefinn af þessu nýja lífi sem í boði, skilur við. Og það hefur bara gefið okkur svo ótrúlega mikið og okkur langar að boða þetta áfram, skilur við. Og þú veist, við erum aðeins búin að snerta inn á hvaðan við erum að koma, en hvar kynnumst við? Við kynnumst á okkur styrktarkvöldi í rauninni fyrir eitthvað fyrir 12 spora samtök sem við vorum að koma fram og vorum að gefa vinnun okkar þar og þú ert þarna að spila og sameiginleg vinkona okkar bendi mér á að hún gæti nú verið sniðugt að vinna með þessum Daniel, þú getur heyrt í honum á þessu kvöldi og ég bara, já, ok, og þá hafði ég verið búinn að vera að vinna sjálfur í tónlist og var svona leitandi, skilur, ég var að taka við mikið af verkefnum, ég var í raun og veru bara með netið úti að reyna að finna eitthvað sem myndi gella með manni og í þeirri leit, þú veist, þau sem hafa farið í þá leit vita hvað það ógeðslega erfitt að bíða. Oft tekum maður bara hlutum og hleypum með það út af því að maður einhvern veginn svona bara, þetta verður nokkuð betra en þetta, en síðan ég hafði í raun og veru enga trú á því að þú yrðir eitthvað öðruvísi en eitthvað annað en mér finnst bara svo gaman að búa til tónlist. Ekki það að sé leiðilegt ef maður hittir ekki, gellar ekki alveg með fólki, það verður alltaf eitthvað fallegt úr því en síðan hittist við og við förum að vinna saman. Og það var bara öðruvísi orkar, skilur. Já, og fyrst ætlum við bara að taka upp lögin þín, skilur. Ég var bara að æfa mig í einhverju upptöku eitthvað og við ætlum bara að taka upp lögin þín, við byrjum eitthvað á því og það bara gaman eitthvað og svo kemur við eitthvað og ert ekki með eitthvað lag sem þú ætlar að gera eitthvað og þú spyr bara, ég hef ekki bara búið til lag og úr verður bara fyrsta lagið okkar sem heitir Bombshell sem kemur út á fyrstu plötunni okkar og það var bara til heilt lag með lagtexta, kórus og viðlagi og
og öðrum kafla þarna og það bara flaug hugmyndin af stað bara á hálftíma, 40 mínútur, þá voru bara komnir með lag og maður var bara eitthvað, hvað var þetta, skilur og maður hugsaði bara, þetta var bara geðveikt, skilur ætli þetta sé hægt að endurtaka þetta og við erum síðan bara búin að vera í þessu flæði, skilur start og stöð, skilur ég hef aldrei skilað svona miklum hvað segir maður skilað svona miklum outputi, já á bara aldrei. Já, ég var að fara yfir þetta daginn og við erum búin að semja saman, sko, og þá ég ekki að telja með einhverju svona lög sem eru bara með vers og eitthvað svona dót, skilur. Heldur heildstæði lög erum við með hátt í 50 rúm, skilur. Sem náttúrulega bara ógeðslega skemmtilegt og mér finnst líka einhvern veginn eftir að við þegar fyrst vorum við í raun bara að finna út svona hvað við vorum ekki með nafn á hljómsveitina eða neitt þannig eða svona hvað við vildum almennilega stefni en svo náttúrulega fór það að mótast, við erum náttúrulega báðir með trúar, við erum báðir í þessu bataferðalagi, við erum leita að þessari háu tíðni sem við viljum vera á og mikið í Guði og þá láða bara augum uppi að auðvitað myndum við gera lofgjörð, skilur við. Öll tónlist lofgjörð en við værum þá til í að hafa hana og þá bara frekar hnitt með það, skilur við. Annarkvort aðeins undir rós eða bara alveg full on bara að lofa hinn heilaga, skilur við. Út af því að við tókum þetta samtal, þegar við ákveðum að nafnið yrði Awoken eða Awoken, hvernig sem við viljum hafa bæta smá íslenska önu við maður verður náttúrulega að halda því til að haga að maður sé frá þessu yndislega fallega landi. Að við myndum bara halda þessu til haga, við viljum koma inn í senuna á Íslandi þar sem að við erum opnir með það hvað við erum að semja og við viljum færa okkur frá að lofsyngja þetta materialíska, skilur að lofsyngja peninga, tóp og allt þetta dæmi sem er í gangi í þessari pop menningu og kynlíf og svona, skilur og fara meira í að lofa andan, skilur og vera síðan líka með kontrast á það, skilur að koma tilfinningum í orð, skilur hvað það slæmt að lifa með mótherranum, skilur að vera í þessum slæmu tilfinningum og hvað það vont, skilur reyna að benda ljósi á það, skilur hvað það óheilbrigt að vera það, skilur og svo þessi von að það sé hægt að komast út í því þannig að ef þú ert að hlusta á okkur þá farið þið allar skalan, skilur þú getur tengt við slæmu staðina sem þú hefur verið á og þú ert með lög sem segja þér leiðina, skilur beint og óbeint leiðina sem við fundum út allavega þannig að þetta ótrúlega spennandi verkefni og maður hlakkar ógeðslega mikið til að koma þessu út og sjá bara hvernig fólk tekur þessu og blessunlega svo þá þetta svo ógeðslega gaman að ég sé ekki fram á að ef enginn hlustar á þetta ég muni hægt að gera þetta sem þetta líka vinkill á því, skilur að ég hafði áður fyrr bara alltaf verið að skapa tónlist með þetta eitraða markmið að þetta þurfti að skila árangri út á því, skilur þurfti að gefa mér validation, þurfti að upphækka mig á einhvern hátt, skilur peningalega séð, frægð, allt þetta dót, skilur en það skiptir engu máli akkurat núna, sko. Nei, það bara, það má ekki vera herraðinn út af því að það slæmur herra að hafa og þá ertu að gefa allt valdið yfir þínu andlega lífi frá þér. Það stendur allt og fellur með því hvort að ykkur skrifi góða eða slæma grein lögin þín, skilur hvort að næstu 2 dagar séu að fara að vera góðir eða slæmir, sko. Og svo skiptir engu máli hversu mörgum líka við lagið, ef einum líkar ekki við það, þá þarf bara að fara back to the drawing board, skilur í staðinn fyrir bara að standa með því sem, þannig kemur líka inn hvað er mikilvægt fyrir okkur að skilur, finna hvað við stöndum fyrir, skilur, sem ég hafði aldrei gert áður, skilur. Ég var bara að skapa til að skapa sem ekkert slæmt, skilur, þetta er bara allt æfing. En eftir ég fór að skapa með þennan fundamental tilgang, skilur, þetta vision fyrir því, hvað ég stend fyrir, af hverju ég stend fyrir það, af hverju ég að gera það sem ég að gera, til hvers ég að gera, hvaða árangur
ekki materialismi heldur í þessum hvað vill ég að fólk upplifi, hvað er mitt markmið, er það að það verði bara eitthvað wow, eða er það mér langar svo mikið að miðla boðskapnum sem ég hef fengið til annara í þessu formati og hvaða formati sem þessu hérna skilur þess vegna er þetta líka í fyrsta skipti á ævinni minni sem ég er tilbúin í að setjast hérna í einhvern podcast þátt skilur ég veit ekkert almennilega hvað ég er að gera þarna, mér er alltaf langt til að gera það en aldrei verið tilbúin til að gera það, af hverju? Jú, út af því ég var ekki með þetta fundamental, skilur hvað er ég að gera, skilur Ég var að hlusta á BM Heilagur Andi með honum Bergþór Másson ég held að þessi þáttur nummer 4 þar sem hann tala um orku og þar einmitt talar hann sko að við oft erum með öfuga röðun á því hvernig við eigum að framkvæma einhverju svona listasköpun og okkur svona dót hann segir sko að það sé stand, vision eða sagan og strategían en þú ert að byrja á standinu, bara standinu sem þú ert í, bara koma þér í gott stand, skilur vera í andlegt stand. Já, akkurat. Og eftir það, þá getur þú farið að grúska visionið, hvað stendur þú fyrir, skilur og hvert ertu að stefna, hvaða tilfinningar viltu vekja, skilur hver eru markmiðin og allt þetta dót. Síðan getur þú farið að strategisa, skilur síðan getur þú verið bara, já, herru, ok, þá gerum við podcast út úr þessu, við gerum þætti hérna á YouTube, skilur við erum að gera tónlist hérna og platan kemur út þarna, þú veist, bla 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 bla, allt þetta dæmi. En við hefum það svo mikið til að byrja á því að vera í strategizinu, skilur við. Já, ég tengi alveg við það. Þetta meika fullkomið sens þar sem að ég er bara basically að lifa þetta núna, skilur við. Ekki beint óvart, skilur við, en þetta er í fyrsta skipti sem ég er að gera þetta. Mér var svona ítt óvart, ekki óvart. Ég get ekki sagt óvart. Bara by the grace of God. Mér var nauðsynlega bent á það af æðri yfirvöldum að ég þyrfti mögulega að fara að taka til í lífinu mínu, skilur við. Og ég í fílu byrjaði á því út af því ég hafði ekkert annað að velja, skilur við. Enn eina ferðina í lífinu, en einhverju hluta vegna, þú veist, stæðsti parturinn af því er bara að taka aðri mátt inn í mitt líf, skilur við, bara Guð. Taka Guð inn í mitt líf og að þá fór eitthvað að gerast, skilju. Þá náði ég mínu andlega ástandi þannig að ég var farin að sofa rétt, ég var farin að borða rétt, ég var farin að vera social, skilju, reyna að fara út fyrir þægindaramma minn, skilju, og gefa af mér, skilju. Og þannig að í kjölfarið því þá fór visionið að vera til með þér og síðan erum við farnir að starta þessu núna ári seinna, ári af vision boardi, skilju. Sem er líka rosa skemmtilegt, út af því að þetta átti alltaf, það á allt í þessum heimi að gerast strax. Og við höfum meira að segja rætt þetta, sko, við höfum verið að semja lög, skilju, og svo allt í einu var bara, við verðum bara að gefa þetta allt út núna, skilju. Ég er alveg búinn að fá nóg að bíða eftir þessu, skilju. En svo bara róaði maður sig aðeins niður og bjóð til fleiri lög og það allt í einu sama það. Ef maður hefði gefið út á þeim tíma þá hefði kannski lag sem er ekki á gott og lögin sem er að koma núna, skilur. Og maður þú ert ekki með eina heildarmynd á visioninu eða þú ert bara með akkúrat lögin sem eiga að fara inn, skilur. Akkúrat. Eða akkúrat hugmyndirnar sem að, þú veist bara, þetta er akkúrat þessar 5 hugmyndir, skilur. Það er bara víkka ramman aðeins og njörfa það síðan niður og ef það endar aftur á þeim 5, já ok, þá ertu með gott, þá er það góðar 5, skilju. En það er mjög líklega að muni einhvern dett út og koma önnur inn, skilju. Einmitt. Mér langaði sko svona að því að við erum að fara að ræða rosa mikið í gegnum hátíðinni og í gegnum allt okkar ferli sem listamenn, þá erum við að fara að ræða rosa mikið, þú veist, hvað er, þú veist, hátíðinni og hvað er lágtíðinni, skilju, og mér langaði bara svolítið að ræða eins munin á lágri tíðni og þú veist hárri tíðni. Og sko í stuttu máli, allan frá því sem ég er svona búinn að vera að grúska í, skilur, þá eru lágu tíðnirnar allar ótta-based. Og allar háu tíðnirnar eru allar kærleika og ástar-based. Og svo er þarna þessi miðju vendipunktur sem er þetta hugrekki og svona þessi fúsleiki til þess að breytast. Þess að samkvæmt sko, nú er ég hérna með útglósað blað hérna frá chattaranum og þú veist, lágu tíðnirnar eru sko skömm, sektarkennd, apathy, ég veit ekki hvernig ég ætti að lýsa því á íslensku, vonleysi, missir, ótti, girnd, reiði og hroki. Og takt eftir því, þú veist, að skömm er alveg bara lowest of the low. Og sko hæðsta af lágu tíðnunum er hroki.
af því að egóið þitt getur alveg framfleytt þér, skilur. Það er alveg power í egóinu, en það er bara svo ógeðslega bara brothætt. Og ég tengi svo mikið við þetta, sérstaklega út frá ferlinu af því að hafa verið í neyslu og allt þetta dót. Að maður einhvern veginn sko byrjaði í hrokanum, svo svona hægt og rólega fór þetta bara niður í vonleysið, sektarkenndina, skömmina og það er einhvers staðar þar sem að maður hittaði, botninn, skilur. Og var tilbúinn til að spinna sig frá honum og byggja sig síðan aftur upp í gegnum skömmina, sektarkenndina, aftur í vonleysið, komin aftur yfir í óttann, skilur, farin að girnast hluti og orðinn reiður og hrokafullur og svo allt í einu bara svona, kemur bara eitthvað moment þar sem þú ert bara tilbúinn. Þú bara hugrakkur, skilur. Þú bara tilbúinn að feysa allt dótið sama hvað það kostar. Tilbúinn að gera hvað sem skilur, til þess að ná þessu. Og þá erum við komnir upp í, efri tíðnirnar, eins og ég kýs að kalla það. Og þá er þetta hlutleysi, þetta æðruleysi. Þá erum við að tala um fúsleika, þá erum við að tala um sáttina og við erum að tala um rökhyggju. Því að þetta er allt orkur sem eru bara svona, búddistarnir eru mikið hérna í hlutleysinu, þetta er bara svona, namaste maður, skilur, skiptir ekki máli, splittar ekki diff, skilur. Eða í rauninni munurinn á, I don't care og I don't mind, skilur. Og þessi fúsleiki, jákvæðni og samvinna og vera bara til í þetta. Og sáttin, að taka allt hitt dótið í sátt, taka fortíðina í sátt, taka sjálfa sig í sátt, taka aðra í sátt, skilur. Taka umheiminn og öll lögmálin andlegu og líkamlegu, skilur, efnafræðilegu og allt þetta dót í sátt. Og svo þegar maður er komin hérna einmitt í rökhyggjuna og allt þetta dót, þá ertu komin síðan yfir það, ertu komin í hæðstu tíðnar, þá ertu komin í hátíðnir, skilur. Og það er bara ást og kærleikur, hamingja, friður og svo bara hæðsta tíðnin er uppljómun. Og þessar tíðnir eru þá samkennd, skilyrðislaus umönnun, innri hamingja, þakklæti, djúpt æðruleysi, transcendence, sameiningarmeðvitund, Christ consciousness, skilur, og andleg uppgötvun. Og þetta er staðurinn sem ég vil vera, skilur. Ég var að lesa þetta áðan. Ég var eitthvað að hugsa hvað væri maður staddur á þessu og ég veit ekkert almennilega út af því að maður er svona, mér finnst þetta að vera fluid ennþá hjá mér, skilur. 100%. Ég er ekki stöðugur í neina þessu, en ég er hins vegar, ég sá það sem þegar maður er búinn að læra svo mikið af þessari vegferð hérna í batagöngunni að maður er ekki að fylgja ég er ekki þetta, þetta ef mér langar að ná þarna, af hverju er ég ekki þarna, þá er ég meira að sjá að ég er mjög lítið í 150 og niður, sem er þá reiði, girnd, ótti, missir, sorg, sektarkennd og skömm og þetta apathy, vonleysi, gefast upp. Ég er lítið þar, en þetta var allt lífið mitt, skilurðu. Frá level 20 upp í 175, það var bara, ég lifði þar, skilurðu. Og það var bara á góðum dögum sem ég á stoltur með hróka, skilurðu. Þannig að, ég er lítið að díla við þetta. Svo, eins og þú segir, maður stekkur hérna úr stolti á hróka, sem er mjög skemmtilegt að það sé vendipunkturinn á þessum lista, áður en hún nærð að komast yfir í svona efri stigin, að þá ertu svona í einhverju með svona smjörþefin að því hvernig það er að vera í efri en með það svolítið skakt. Já, með það svona perverted, Já, ég myndi segja að það væri sama og ástæðan fyrir að stoltið er að það síðasta áður en hún nærð yfir læritíðinnar er að rökhugsun er síðasta skrifið áður en hún nærði yfir í hátíðina, skilurðu. Eins og það er oft talað hérna, ég sá svona reel á Instagram þar sem var eitt það var bara þegar maður er bara komin þetta andlega ferðalag og þá sér maður bara hvað þetta er allt tilgangslaust, skilurðu, og hvað þetta er allt bara það er allir bara fastir í einhverjum kerfum og það er verið að ljúga að ykkur og eitthvað, skilurðu, og
þetta staður sem ég fór á tímabilið, þar sem ég allt í einu áttaði mig á hversu brotin ég var og hversu mörg kerfi höfðu stýrt mér, skilur. Ég var actually bara eitthvað, hver ég, skilur. Og síðan fór ég að sjá þessi kerfi og aktast út í fólki í kringum mig og þá fékk ég svona gjörsamlegt svona bara vanmáttarkennd, skilur, ég var bara vanmáttur, hvað á ég að gera í þessu öllu, skilur. Hversu skiptir þetta máli, skilur, ef allir eru bara veikir, skilur. En síðan kemst maður í einhverja sátt við þetta, skilur, og átta sig að það ekki ég sem á að bjarga heiminum, skilur. Ég á að bjarga mínu innra ástandi, skilur. Já, svona þetta bara, eins og Árni gamli segir. Og þá allt í einu fær maður valdið aftur til sín út af því að það kemur á tímapunkt þar sem þessar neðri tíðnir reyna að ræna þig, skilur. Já. Og bara eitthvað, þú ert ekkert að fara að ná að bjarga neinu skilur. Sjáðu hvað þið er vonlist. Það er allt vonlist maður, skilur, slepptu þessu bara, maður. Það er bara að vera að ljúga þér og mata að lígu maður og svo bara ganga allir bara á default kerfum maður. Og ég var bara, já maður, þetta er bara ómikið, skilur. Og svo bara allt í einu fattar maður bara, hey, Þú öðlast þetta hlutleysi, skilur. Þú öðlast þú einmitt, sko, þú ferð frá þessum hroka þú veist, sem já, ég er með svarið og ég veit mest og best og þetta er bara því að vera að ljúga ykkur, skilur, og þið viti ekki neitt í ykkar heimska haus. En svo einhvern veginn svitsast þetta og þú getur haldið samt öllum þessum svona staðreyndum það að það sé margt ógeðslega skaðlegt í samfélaginu, en verið bara eitthvað svona, já, svona er þetta bara, skilur. Hvað finnst þér, núna, þetta er ein pæling sem ég hef verið mikið í, sko. Mér finnst rosalega neikvæð umræða samfélagið í heild. Já. Ég vil meina að það er stærsta lygin. Já, ég er á því bandwagon, sko. Já, fólk er mannlegt, skilur, og allt það, gerir mistök og eitthvað, skilur. En hversu mikil neikvæðni í kringum okkur hún er búið að skekkja hana í umræðinni, skilur. Að sama leyti að hversu margir í kringu þig eru virkir í kommentakerfum. Mjög fáir, skilur, en það er það sem stýrir umræðu, skilur. Og svo lestu bara einhverja, hvað segir maður, headline og einhverju grein, skilur. Já, þetta stýrir oft umræðinni, skilur, og bara hvernig fólk, og síðan er verið að hyperfókusa á einhver atriði sem eru neikvæð, skilur. Þess vegna er oft talað bara hvað eru góðu fréttirnar hvað hét hann á RÚV sem var rekinn daginn, skilur. Magnús eitthvað. Já, hér er hann, Máni með fiskana sína, eitthvað, skilur, bara til að gera eitthvað, skilur, gott. En ég, í mínu daglega lífi, ég verði vitni að kraftaverkum, nánast á hverjum degi, skilur. Fólk að komast upp úr alls konar ástundum, bjarga sjálfum sér, bjarga öðrum, skilur, verið til stað fyrir það, veist. Líka bara þetta hversdagslega, bara þú veist, að sjá mæður úti að labba með börnin sín eða feður út að labba með börnin sín, skilur, þú veist, krakka að leika á leikskólanum, þú veist. Ég held að bara stór meiri hluti af fólki er bara að lifa lífinu sínu frekar fallega, sko. Stór meiri hluti af fólki, sko. Það er nefnilega, ég er bara 100% viss að það sé og ég held að þessi stóri meiri hluti vakni ekkert til lífs fyrr en að minni hlutinn fer að hafa of mikil áhrif, skilur. Skilur, þannig að eins og mamma mín og pabbi, þau kvarta ekki mikið, skilur, en síðan kemur upp svona atvik þar sem að þeir eru bara, heyrðu, hvað er í gangi hérna, skilur? Og þá fara þau að spá í, sko, nú ég er búin að þreyta þessu, sko. Núna þarf að komast eitthvað röð og regla á þetta, skilur. Þú tala aldrei stjórnmál, skilur. Tala samt stjórnmál þegar þeim finnst þetta að vera komið svona í einhverja skekkju, skilur. Þetta er mikið í kringum mig, skilur. Fólk er ekkert rosa mikið að spá í þessu fyrir en að það er orðið eitthvað afskekkt, skilur. Orðið eitthvað skrítið, búið að fara of lengi í einhverja átt sem enginn var að stoppa eða segja neitt við, skilur. Bara já, gerið þetta bara, skilur. Bara live and let live. En síðan þetta fyrir að hafa einhver neikvæð áhrif eða einhver svona, já, einhver áhrif sem er ekki að skila einhverjum þægilegum árangri eða eitthvað, skilur, áraða þannig. Og þá allt í nú, heyrðu, bíddu nú við. Nú þarf eitthvað aðeins að breyta hérna, skilur. Nú þarf að snúa þessu hugarfari við, skilur. Nú stoppum við þetta. Nú búið að leika sér nóga langt hingað. Setjum við þetta. Kottu, þú ætlum núna að leika með hinum krökkunum. Hversu oft, já, þarna, þessi þögli meiri hluti.
það sem að stýrir átt landinu en síðan það náttúrulega svona minni hlutarnir sem að eiga það oft til að vera heyrast hæðst í, skiljur. Einmitt, öfgarnar í báðar áttinnar, sko. Sem er skiljanlegt út af því að ef þú ert í minni hluta þá þarft að láta heyri þér til þess að koma þínu á framfæri, skiljur. Og það enginn að segja að minni hlutin hafi rangt fyrir sér, skiljur. Það ekkert alltaf þannig. Stundum það bara alls ekki þannig að minni hlutin hafi rangt fyrir sér, skiljur. Já, þú veist, sko, lýðræðisleg samfélög voru alltaf bara með þrjá valdstóla. Á dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald. En með komu samfélagsmiðla þá myndaðist þetta fjórða vald sem the court of public opinion, skilur. Og þá einhvern veginn stóðum við frammi fyrir einhvern veginn svona skrýtnu tímabili í mannkynssögunni þar sem að það var bara svona hálfgert skoðanabann, þú veist, í svolítinn tíma, skilur. Og ákveðnir hópar máttu ekki segja sína skoðun án þess að vera bara dehumanisaðir, skilur. En mér finnst það líka að vera að koma tilbaka núna, skilur. Þú veist að fólk bara að vera... Pendullin alltaf, skilur. Það fer alltaf svona, skilur. Ég held að það muni aldrei breytast, sko. Út af því að í samfélagi sem að þróast, þá einhvern veginn óumflýjanleg niðurstaða að það sé að ruggast, skilur við, til þess að fá, út af kompásinn getur einhvern veginn ekki verið þráðbeitt, sko, nema það sé diktator. Já, akkurat. Og við viljum það ekki. Það er eins gott að hann sé með haga allra í brjósti sín, skilur við. Það mjög erfitt, skilur við. Mér langar að koma með nokkur skemmtilega atriði sem mér langar bara að bomba á þig og ekki horfa á skjáa minn hérna. Er þetta hátíðni eða látíðni? Ok. Að gefa stefnuljós. Það hátíðni. Já. Það svo hátíðni, sko. Það ég bara, þú veist, ég gef alltaf stefnuljós og er mjög stoltur af því. En veistu af hverju ég er stoltur stefnuljós að gefa því. Veistu af hverju ég gaf ekki stefnuljós áður? Já. Að ég segi það fáránlega ástæðu. Hvað? Út af því að fólk kom það bara ekkert við hvert ég var að fara. Svo mikil var lygin og óheiðarleikinn sem ég var í. Það þoldi ekki eins og skoðun hvort ég væri að fara til hægri eða vinstri, sko. Það bara kemur þér ekkert við hvert ég er að fara. Plöntuskallur. Við vorum að ræða þetta daginn og ég veit að þú með sterka skoðun á þessu. Er hægri réttur hátíðni eða látíðni? Sko, mér finnst það látíðni. Já. Út af því hvernig það merkt. Það að það sé engin merking, að það sé merki að það sé hægri réttur. Come on guys. Mér finnst þetta, þú veist, já, ok, þú bentir með það, en ef það engin skilti í kring, bara eitthvað, já, en þú veist, hausinn minn virkar þannig að ef það engin skilti í kring, þá ekkert fyrir mig til að taka eftir, skilur við. Og núna getur einhver komið inn að kommenta á það. Þú ætlum bara að vita það, veist, að þetta merki. Ef það ekkert merki, það merki. Skilur, þetta svona, mér finnst þetta bara, já, það þarf að skoða þetta. Skilur, af hverju má þá ekki bara merki snúa öfugt eða eitthvað, skilur. Eða snúa að mér og það stendur bara stórt há, skilur, með eld. Sko, þetta böggar mig minna af því að ég ólst upp í Garðabænum og það bara harður hægri réttur, skilur. Á enn þann dag í dag, og þetta kemur inn, sko, ég búinn að leggja á minnið hvar hægri rétturinn hvaða götur það eru, skilurðu. Veistu af hverju það Út af því að ef ég keyri ykkur staðar annars staðar sem ég ekki búinn að leggja á minnið hvað það þá missi ég að því. Þannig að ég að reyna að halda mér, sko, ég að reyna að fylgja reglunum, skilurðu, en ég gríp mig oft við það, skilurðu. Ég var að keyra inn í Grárholtinu daginn, í nýja hverfinu þar. Ég búinn að keyra þar mjög langan tíma og það var bara núna nýlega þar sem ég áttaði mig á því að það var hægri réttur sem maður að keyra niður í götunni í áttina að Sundhöllinni. Út af því að það flautaði einn gaur á mig og þá fór ég að spá í þessu. Engin merki neins þar og ég bara, já, ok, ég bara búinn að skýta á mig. Og þá einmitt fékk ég þessum hugmynd bara að þetta væri bara til háborna skammar að vera með þetta ómerkt. Og ég svór þessu eið að eyða hægri réttinum. En já, þá vill ég líka koma með shoutout á Rímakverfi. Út af því í byrjun götunnar, þá taka þér fram, hér hægri réttur. Þannig að þeir gerðu eitt merki í byrjun götunnar sem betra en ekki neitt. Já.
En það á við allar götuna. En er nútíma byggingarlist, er það hátíðni eða lágtíðni? Það fer náttúrulega alveg eftir hvaða byggingar eða þú myndir... Ég er að tala eins og sko, hverfið sem er var byggt hjá Hörpunni sem fyrir ofan bílastæða kjallarann hana. Já, bara Hafnartorgið og... Hafnartorgið, já, akkurat. Já. Ég er að tala svona einbýlishús sem líta út eins og eitthvað svona villain mansions, skilur eitthvað svona villain lair. Mér finnst, það er hátíðni í arkitektúr, það er það alveg, en það er svolítið mikið kassi í gangi, það er svolítið mikið kassi í gangi. Og þeir eru fáir sem brjótast út og ástæðan fyrir því er bara mjög einföld, bara peningar, skilur. Og ef ég ætti að hafa einhverja meiri skoðun á það heldur en arkitektur, þá myndi ég segja bara að það væri hræðilega lágtíðni í hljóðeinangrun á íbúðum. Já. Það er lágtíðni, skilur. Du tell, hvernig þá? Nei, bara fólk er bara í stökustu vandræðum með að bjóða fólki heimsókn að fá hávaðakvörtun í summa að þessum svona kassahúsum, skilur. Út af því að það er bara ekki, það er bara ekki líft eða kemur fólki heimsókn og fyrir að hlæja, skilur. Það heyrir bara allt sem þau segja eitthvað, skilur. Já. Það er ekkert lagt, það er verið að spara alls staðar og að vera að spara í því að aðskilja fólk. Skilur, hvað er næst? Bara engir veggir, eða skilur? Glerveggir. Já, það er bara hvað meinið þið, skilur, og það gerir það líka verkum að það heyrist í fólki. Það bara gefur auga leið, við löbbum og svo spilum við tónlist og hlustum á og horfum á bíómyndir og hörum á að hátta hvernig sem skilur. Og það verður bara að vera eitthvað buffer á milli, skilur, eitthvað meiri heldur en bara steypan eða hvað það skilur. Þetta er allavega mjög skrítið og svo líka út af því að hvernig þeir byggja, þeir eru einhvern veginn, ég fór inn í eina íbúð hjá frænku minni sem var bara, það var bara ólíft inn í íbúðinni að háa það út af því að það bergmálaði svo mikið í íbúðinni, skilur. Og hún þurfti að kaupa sér alls konar eitthvað svona shit á veggina til þess að reyna að diffjúsa þetta og setja teppi á og allt, skilur, sem er allt gott og blessað, en þetta var samt sem áður bara full mikið að því góða, skilur. Þetta var bara svona resonator, þú bara labbaði inn í hátalara, skilur. Það glymur hátt í tómri tunnum. Já, bara þetta er ákveðin mikrafón sem þú átt heim í. Ég er með eitt í viðbót og það er nútíma myndlist, skástrik nútíma svona vídeólist. Af því að mér langaði að ræða þetta af því að ég var á fundi daginn og var að spjalla við félaga minn og hann var að segja mér frá því að það var íslenskur listamaður sem bjó til eitthvað svona myndbandsverk þar sem hann stendur bara og mamman sér að hrækja á hann. Okay. Og hann seldi það á eitthvað safn í New York fyrir 40 rúmar kúlur. Og ég hugsaði með sjálfum mér, ég var bara eitthvað svona, hvað erum við að gera þetta, skilur við? Hér eru við að tala það. Það má ekki taka það að því, ef ég skil ekki eitthvað, það þýðir ekki að það sé bara hægt að gjaldfella það, skilur við. Og ég hef oft verið að spá í þessu, hvað svona, mér svona lack, eða svona skortur á list sé líka list, skilur við. Já. Það fattar eins og þarna, ég myndi segja að flestir myndu kannski að segja bara hvað list, hvað er þetta eiginlega, skilur við. En þetta er gjörningur. Gjörningur sem er búin að setja á myndrænt form og sýna þér þetta sem á að vekja einhverja tilfinningar. En þetta, mamma hans hrækja á hann, það var ein kona sem fór eitthvað staðar í eitthvað listasafn og settist þar niður og það stóð að merki við hliðina á hana að þú mátt gera hvað sem er við mig, skilur við. Og hún stóð þarna, ég veit ekki hvað marga klukkutíma og á endanum þá var bara fólk farið að kýla hana,
sker í hana, skilur, hrækja á hana, veist, þetta var, og það ýtti undir ofbeldi hjá hvort öðru, skilur. Út af því að, veist, þarna kemur múurinn, skilur, veist, allt í einu það orðið löglegt, sem, veist, það rosalegt lífsstaverk, skilur, finnst mér. En hugmyndin, skilur, ég ætla bara að standa hérna og segja bara, þú mátt gera við mig hvað sem Í grunninn það ekkert, sko, hvað meinarðu, skilur, en síðan hver niðurstaðan hvað viðbrögð vekur það hjá fólkinu sem að fara að interakta við listaverkið og endar í því að sýna svolítið fram á að fólk fer að gera skrýtna hluti ef ykkur tekur á skaði, skilur. Ok, já, þannig að ef að spegillinn á lágu tíðnina, skilur, hann hátíðni. Fattar hvað ég meina? Já. En sko, svo hef ég líka af sama manni og ég var að spjalla við hann daginn, þá var hann að segja mér að já, það var einu sinni listasýning í New York þar sem að þú komst inn og það var bara ekkert á veggjónum og þú gekkst í gegnum eitthvað göng og eitthvað og var ekkert inn í göngunum. Svo komstu út úr göngunum og varst inn í einhverju öðru herbyggi og það var ekkert inn í herbygginu, skilur. Þú veist, og fyrir mér þetta bara eitthvað svona, sko, og þetta geti verið eitthvað dómharka í mér, en þetta hljómar fyrir mér eins og eitthvað svona intellectual rung, veist hvað ég meina? Þetta eitthvað svona listrænt svona jörg fyrir skorti að betra orði. Og einmitt öll svona nútíma list sem að er bara svona eitthvað skvettu málning, skilur. Ég einhvern veginn ímynda mér að þetta sé bara eitthvað svona trust fund kid, skilur, sem að pappan sem með einhverja tengingar og hann náði að mér finnst eins og listin sjáðu hvað ég get platað fólk til að borga mikinn pening fyrir þetta kjaftaði sem ég að búa til. Okay, það pottitt einhverjir sem gera það, en þú getur líka horft á þannig, veist, þú ert núna, þú ert þetta listaverk akkurat núna. Ég og þú, út af að við erum að tala það, skilur. Það að þú labbir í gegnum þetta og verið pirraður yfir því að það ekkert að ná þessum veggum. Þú ert listaverkið. Tilfinningin sem að vakna í þér listaverkið. Skilur hvað við? Og veist, það veist, hugmynd listaverk, mála mynd og hengjun upp á vegg, skilur við. Svona, ef við ætlum að setja það bara alveg niður, það allir sammála að það sé list. En síðan setur þú einn punkt á myndina og hengir hann upp og þá segir þetta ekkert list. Og verður brjálað yfir því, skilur við. Hvað listaverkið? Listaverkið myndin upp á veggnum eða tilfinningin sem að það hleypur á stað inn í þér, skilur við? Já. Og ef það tilfinningin sem hleypur á stað inn í þér, þá eru bæði listaverk, skilur við? Já, kannski ber ég ekki nógu mikla virðingu fyrir þessari list. Okay, kannski þarf ég að fara að skoða eitthvað innra með sjálfum. Nei, en ég samt, sko, ég bara búinn að vera að spá í svona eiginlega bara núna, þú hefur sagt þetta, en líka út af því það hefur böggað mig áður, þetta með þetta, hvað meinaðu, skilur, þú veist, svo sér maður þessa list sem bara hendi einhverju málingu hingað og þangað, skilur, og ég bara eitthvað, þú veist, í hólunum minni, í neyslunni, skilur, þá var ég bara eitthvað, ég verð bara að fara að gera þetta, skilur, bara eitthvað, meira multimilljónir bara, og þá þarf ég að spá í peningu líka, skilur, en það þýddi það að ég þurfti að kaupa málingu og byrja að gera það, sem gerðist aldrei, þannig að hann hafði það fram með mig sem listmálari, en ég fékk samt einu hugmynd, út af því að þetta þetta listaverk sem ég komst að niðurstöðum að ég myndi geta gert, ég myndi geta framkvæmt það. Spurning hvað því gera það, en núna er ég náttúrulega að segja það hér, þannig að það þarf að drífa mig að því ef að fólk fer að hlusta á þáttinn og ætlar að taka þessu hugmynd af mér. En þá má ég bara endilega taka mig svona bara inspired by. En hugmyndin er sem sagt hvítur diskur. Þú labbar inn í herbyggi og listaverkið að það diskur, bara allt hvítanðinni, hvítur diskur og á miðjum diskinum ein lítil græn baun. Það listaverkið. Og veistu hvað listaverkið heitir? Hvað? Listarleysi með einföldu. Listarleysi með einföldu í? Já. Ég skil ekki. Út af því að ef þarna lack of list, eða skilur, það engin list þarna, myndi maður halda. Já. En hefur þú list á því að borða græna baun? Skilur?
Ég þurfti að útskýra þetta fyrir þér. Já, þetta er hversu ótengdur ég við þessa list. Það sem ég alltaf að fara fram og tilbaka með á ég að gera með Ufsulón, listarleysi, eða einföldu. Hvort lætu þið hugsa meira, skilur þið? Ég veit ekki, ég hefði skilið... Ég er svona núna því ég fyrir að hugsa það langar mig meira að gera Ufsulóni, sko, listarleysi. Og það er bara eitthvað, já, ok, en ég er samt út af því að ádeilan ég er búinn að ákveða hérna. Þannig ef ykkur allar að taka þetta af mér þá skulum við hafa það Ufsulóni. Út af því að það segir allt sem segja þarf, en hitt er undir rós. Já. Að það er engin list hérna. Skilur við, þetta er mjög gott. Það er mjög gott. Þetta er mjög gott. Já, það er mjög gott. En já, við erum að gefa út plötu. Við erum að fara að gefa út plötu. Það er óákveðið í rauninni hvenær hún kemur út, en svona vægur rammi er einhvern tímann í júlí, ágúst. Já, það er svona hugmynd, sko, að það er sjáum til hvernig þessi þáttur kemur út, en við erum óvissir. Það er mikið sem við ætlum að vera búnir að gera áður en það kemur eins og bólir, við erum að gera hátíðni þætti sem við erum að ræða tónlist eingöngu og tökum við fyrir lög af íslenskum artistum sem okkur finnst vera í hárri tíðni. Annaðhvort plötu eða bara eitt lag. Við höfum tekið fyrir Tóttmóbíl, Brúðkaupsleið, tókum fyrir Birnir og Bríett, 1000 orð plötuna. Og hvað var aftur, Moses Hightower, lyftuleysi ætlaði ég að segja, lyftutónlist. Og þar erum við bara að ræða, skilur, hvernig tónlistin hreyfir við okkur, af hverju okkur finnst það hátíðni, fræðum að fram og tilbaka hvað okkur finnst gott við lagið og förum bara út í svona, bara eitthvað svona umræður, skilur, það. Akkurat. Það og svo þessi þáttur og við erum að gera vídeo og margt sem er svona línast upp sem við viljum vera tilbúin með áður en að platan kemur út, sem er tilbúin. Hún er tilbúin. Það er bara öll umgjörðin í kringum hana sem að vantar. 7 eða 8 laga plata, það er spurning. Hvort það verði. Það verður spennandi, þetta stay tuned. Hvernig lög er þetta? Sko, það er náttúrulega koncept á bak við plötuna. Platan er hugmynd af því að í gamla daga þá voru stóru plötuútgefur fyrirtækin sem stýrðu menningunni og það var erfitt að komast í stúdíó, þannig að það að komast inn í stúdíó var bara afrek út af fyrir sig, það að fá plötusamning og geta gefið það út, það var þvílíkt annað eins afrek, skilurðu, en það gerði það verkum að funnelið var rosa mjótt, en þá fékkstu líka bara risastóra risar sem pushuðu bara því, skilurðu, og þeir fóru bara, núna er hérna 50s, skilurðu, þá var bara þetta er rock, rockabilly, núna er það bara inn, skilurðu, við keyrum bara því, það er allir að spila rockabilly, skilurðu, allir vildu spila rockabilly, það vill allir vera Elvis, skilurðu, svo bara 60s og 70s, allt það, skilurðu, það kemur þegar Eagles koma í 70s, singer-songwriter, svona acoustic dæmi, Crosby, Stills, Nash og allt þetta dæmi sem svona verður svona funnelað og ítt út, skilur við. Er það ekki líka 60s, 70s sem að Vietnamstríðið var og öll eins og Creedence Clearwater og allt það dæmi? Já, einmitt. Og sem svona, það var mikið ádeilum á þetta, skilur, og það var svona push einhver ákveðin stefnu í gang. Svo 90s þá kemur náttúrulega grunge sem að 80s tónlistin, skilur. Vita það allir, 90s kemur hvað segir maður, hið gagnstæða, skilur við. Já, þú veist að 80s var bara allt ógeðslega flott og poppað og allir í litríkum fötum og með túbera hár og þú veist, allir að taka fíkniefni, skilur við. Fíkniefnið. Kókaín, það var ekkert annað á borðinu það var allir séð myndir af því, sko. Já, og þetta var rosa mikið svona stemningin þá var rosa mikið, sko, bara eitthvað svona, það er allt í lagi hér. Já. Sopandi teppi type deal, sko. Já, þarna byrjaði materialismin alveg bara að fóra allt á flug, sko. Og svarið við því var bara skítu fólk í víðum fötum og bara með sítt hár og rockað út, skilur, og bara tala um bara, nei, það er sko ekkert allt í lagi, skilur. Og hiphopið líka, skilur, sem sama. Já, reyndar.
ekki það hafi bara alltaf verið einhver ein stefna í gangi, en það var verið að... En það samt að sama, þú veist, að sko grunnsið og hiphopið bæði svona raw, dirty, þú veist, reitt. Já, NWA kemur hann út í kjölfarið af 80, skilur, eða svona, akkurat þarna á millinni, þú veist þegar fólk fari nóg að því að það sé bara allt OK, skilur, það það bara alls ekki, skilur. En ástæðan fyrir við fórum út í þetta tangent hérna að núna í dag þá þetta ekki svona, það ekki eins mikið verið að stýra bara einhver ákveðin stefnu í gang, skilur við. Þótt að það sé alltaf eitthvað svona sem vinsælt þannig, skilur við, en þá líka bara að við höfum svo mikinn aðgang að allri tónlist sem til í heiminum, skilur við. Þú veist, say what you want about Spotify og allar þess að aðalega Spotify, að það hefur gert okkur kleift að geta hlusta á bara hvað sem við viljum. Það gerir það líka verkum að fólk í dag ofta að hlusta bara á alls konar stefnur, skilur. Það bara, þú veist, playlistanir hjá frænkum mínum eldri, skilur, þú veist, hún talar sjálf að listanir hennar séu bara svolítið skitsó, skilur. Út af því að hún bara út allt, hún vill bara hlusta á allt, skilur, út af því hún getur það, þá vill hún það. Góð tónlist er góð tónlist. Já, og þá vorum við með þessa hugmynd, sko, út af því að við hlustum líka á alla tónlist, við elskum alla tónlist. Af hverju við stofnum band, af hverju þurfum við þá bara að setla okkur á eina stefnu og gefa hana út, skilur. Af hverju megum við ekki semja bara alls konar lög, skilur, undir einum hatti sem einhver pínu rauður þráður í, sem bara við og okkar, þú veist, í rauninni bara við, hvernig við snertum við lögunum. Að það í raun og veru hágett að stefnur séu dauðar, skilur. Þú veist, að það að setja mig í kassa og segja mér að ég megi ekki semja svona lag út af því ég búinn að semja svona lag, bara don't put me in a box, skilur. Út af því að ég hef gaman að búið til svona tónlist, ég vill gefa hann út. Og við ákveðum að koma með þetta genres are dead í þeim skilningi að það skiptir ekki máli lengur, skilur. Fólk hlustar á hvað sem af hverju má ekki hljómsveit koma út sem spilar þá alls konar, skilur. Þá líka bara, þú veist, eins og við höfum rætt áður, þú veist, að þá bara tónleika upplifunin allt öðruvísi, skilur. Já. Þú getur bara lænað upp tónleika upplifun eftir bara, þú veist, hvernig þú vilt byggja upp mútið og láta það rísa og falla og allt þar á milli, sko. Já, líka bara, þú veist, eins og ég segi, fólk var ekkert að mæla neitt sérstaklega með þessu. Nei, það var eiginlega bara allir að segja okkur að gera þetta ekki, sko. En við bara, já, þegar við fórum alltaf að bakka með þetta, þá vorum við samt bara, af hverju, skilur? Af hverju má ég ekki gefa út svona lag og síðan svona lag? Hvað að því, skilur? Og ég meina, ef það slæm hugmynd, so be it. Allavega þá dóum við munum aldrei deyja á hólnum út af því að, þú veist, við munum bara halda áfram að skapa. Og þá vitum við það bara að fólk greinilega bara ekki tilbúið í að taka svona. Ég bara hef einhvern veginn sterkan grun það að fólk sé bara tilbúið í að hlusta á tónlist frá hljómsveit sem að spila allar stíla, skiljum. Einmitt, og þú veist að venjan að hljómsveit spilar í sama genre en getur sungið alls konar mismunandi hluti, alls konar topics. Við erum að skapa tónlist í alls konar stefnum en erum í rauninni að tala alltaf það sama. Ég að fá núna til mín, skilur, núna ætla ég að líka ykkur við Bob Dylan sem alveg bara, já, ok, whatever. Say it with your chest. Bob Dylan, skilur, hann byrjar að því að semja folktónlist, skilur. Bara gralla á gítarinn og tala bara ógeðslega góðar komi orð, bara ádeilu á það sem í gangi í heiminum. Hann tekinn hann á folkfestival og bara, þú veist, lofa þvílíkur snillingur sem þessi drengur skilur. Og svo kemur að því að hann var bara leið á þessu, skilur. Hann listamaður, eins og allir aðrir listamenn, þá fá þeir leið á því sem þeir eru að gera og vilja gera eitthvað annað. Þá stendur í veginum, skilur, bara, nei, þú ert ekkert komið nóg að þessu. Fólk ekkert komið nóg að þessu. Og þá þarfst að velja, skilur, á ég að fara þessa leið og halda áfram að gefa fólki það sem það vill eða bara eftir hjartanu mínu. Og hann, being Bob Dylan, bara give me the electric, skilur. Og fer upp á svið á fólkhátíðinni sem bókstaflega hatar elektróníska tónlist eða elektróníska tónlist í þeim skilningi að plugga gítarnum í samband, skilur. Hann fer upp á svið, byrjar að spila rocktónlistina sína
og hann púaður, fólk hatar hann fyrir það bara, hvað er þetta að gera? Bara guðlast, ógeðslegt, skilurðu, viðbjóður, skilurðu, ógeðslega viðbjóðslega kjaftaði sem þú átt að gera, skilurðu, og maður bara eitthvað, hvað er af þér, skilurðu? Hann var bara að spila Knockin' on Heaven's Door og eitthvað bara ógeðslega falleg lög, skilurðu, bara í einhverjum svona elektrískum búning, nei, fólk bara hata þetta. Sem gerir það, sem setur okkur þá í þá stöðu, skilurðu, út af því að við viljum þá í rauninni gera það í rauntíma hérna, gefa út þetta lag sem er í þessum stíl og gefa hérna þessu stíl og fólk verður bara eitthvað, nei, bara, ég hef engan áhuga á þessu. Það er bara... Af hverju fílar ekki á Wokin? Og bara ómikið af stefnum. Þeir veit ekki hvað þeir eru. Já, það veit ég, sem getur alveg verið, skilurðu. En í dag þá finnst okkur bara, þetta er það sem við erum að gera, við fílum öll lögin, við fílum alla stefnuna, við munum líklegast halda áfram að gera alls konar típu af lögum. Út af því að mismunandi lög fitta mismunandi stemningur og við erum ekkert alltaf í þessari stemningu og við viljum einhvern veginn gera, við erum að gera elektróníska tónlist, skilur, sem ég hef alltaf elskað og finnst gaman að gera. Við erum að gera indie, við erum að gera, svona pínu dark grunge og svo country skotið poplag með trap beat sem endar í industrial techno. Stay tuned. Það er rosalegt lag, Yes You Are heitir það. Og líka bara, þetta er það sem okkur langar að gera og fyrir mig þá langar mig bara einhvern veginn að fylgja hjartanu mínu og út af því að ég er ekki eins og við töluðum áðan, ég er ekki með þennan djöful á mér sem segir mér að þetta þurfa að skila einhverjum árangri. Árangurinn fyrir mér er bara að ég fá að gefa þetta út, að einhverju hlusti og einhvern veginn mun ég halda áfram að gera, það kemur plata eftir þetta. Næsta plata er eiginlega tilbúin, skiljum við, þannig að, fattarðu? Það er eitthvað sem ég hef aldrei verið í, bara gefa fólkinu þetta hérna, sjá hvernig það tekur því, en ég er bara að vinna inn í þessu og ég býst við að það verði bara svona pínu, svona vinna hér, check this out, check this out, vinna, skilju, og því að þá er maður búinn að finna, skilju, tilganginn, í staðinn fyrir að vera alltaf vinna svona, sko, og horfa á fólki, sko, herri, við þurfum að breyta bítinu, þau eru ekkert að hlusta, skilju, nei, það gengur ekki upp, sko. En sko, það er nefnilega líka það, að markmiðið er ekki að ganga vel, skilju. Það að ganga vel fyrir mér er að upplifta andanum og ef að við náum að inspæra einhvern einn gæja þarna úti bara til að vera eitthvað, nice, ég ætla að fara að tjekka á hegðunarmynstrunum mínum og jafnvel mögulega fara að pæla í hvort það sé eitthvað aðra heldur en ég sjálfur og fara að sjá aðeins meiri lit og fegurð í lífinu, skilurðu, og hætta að einbeita mér að því neikvæða, skilurðu, og fara bara að sjá það jákvæða og fallega í lífinu, þá erum við bara búnir að achieva það sem við viljum, sko. Ég held að það sé bara mjög góður staður til að enda þáttinn í dag á, að bara... Já, bara við erum we're coming like a freight train, skilurðu, og það verður bara gaman að fá fólk til að vera með okkur og þetta verður skemmtilegt ferðalag og klakka til að sýna allt sem við erum að gera og alla þættina, alla tónlistina sem er að koma út og þetta verður bara ógeðslega gaman, ógeðslega spennandi og já, bara ást og friður og Lofi Guð. Lofi Guð, amen. Amen.